það sem sagt sykursýki sem er sjúkdómur sem orðið nokkuð algengur nú til dags. Hann er reyndar ekki alveg nýr þessi sjúkdómur, hann var þekktur í fornöld en hefur orðið æ algengari eftir því sem árin líða og núna telja menn að kannski svona um 8% fullorðinna í heiminum séu með þennan sjúkdóm. Hér á Íslandi höfum við talin vera tiltölulega heppin, haft minna af þessu en aðrir, en ég er ekki viss að það sé lengur rétt. Við erum að nálgast þetta, cirka kannski 5–8%. Sjúkdómurinn er í raun og veru skilgreindur á mjög einfaldan hátt. Það er hækkun á blóðsykri, það er sykrinum í blóðinu. Og það eru þar ákveðin gildi sem við miðað við og síðan eru nokkrar orsakir eða nokkrir ferlar sem geta endað í þessum punkti, þar að segja hækkuðum blóðsykri. Og það er eiginlega það sem núna skilgreinir þessar undirtegundir eða afbrigði sykursýkinnar. Núna er talið að 9 af hverjum 10 einstaklingum hafi þessa típu 2 eða tegund 2 sem áður var kölluð áunnin sykursýki. Og þá fyrst og fremst vegna þess að menn áttuðu sig á að þetta kom oftast fram þegar fólk var orðið fullorðið og tengdist að einhverju leyti lífsháttum fólks, hvernig menn hegðuðu sér þegar þeir voru orðnir fullorðnir. Og síðan er það típa 1 sem er svona algengara að komi fyrir hjá yngra fólki en getur samt greinst hvenær sem er. Og það virtist vera svona sjúkdómur sem greindist bara svona allt í einu án fyrirvara og engin ættarsaga og ekkert sérstakt að í umhverfinu og svo framvegis. En aðal vandamálið er þannig típa 2, það er það sem er að sliga mjög mörg svona, hvað ég að segja, heilbrigðiskerfi í hinum vestrænu löndum. Því að það kostar bæði helling að meðhöndla, það hefur áhrif á lífstíl fólks líka og bara líf fólks í stóru samhengi. Og svo hefur þessi sjúkdómur í för með sér fylgikvilla sem eru mjög alvarlegir. Fólk hafi tekið eftir í að það eru ákveðnir sjúkdómar sem eru miklu algengari hjá þeim sem hafa haft sykursýki á ákveðin tíma. Það er að segja sjúkdómar eða vandamál sem koma upp. Og þar ber hæst að nefna hjarta- og æðasjúkdóma sem verður flestum að aldurtila. En margir kannast við nýrnavandamál, taugakvilla í fótunum og augnvandamál eins og sjónukvilla sem tengist sykursýki. Og nú er alveg ljóst orðið að bæði hjá tegund 1 og 2 að það skiptir verulega miklu máli að stjórna blóðsykrinu vel ef maður ætlar að koma í veg fyrir þessa fylgikvilla. Þeir eru bæði mjög alvarlegir fyrir persónuna eða einstaklingin sem lendir í þessu og svo eru þeir líka mjög dýrir fyrir þjóðfélagið og leggja mikla byrði á herðar heilbrigðiskerfinu.